Komið sæl og velkomin í eitt og annað af hringferð landið. Við erum búin að keyra niður Austfirðina og nú blasir við okkur fegurðin í Höfn í Hornafirði. Þar rétt hjá ferðaþjónusta að Hólmi í Mýrum og þar ætlum við aðeins að heimsækja heimafólk og forvitnast starfsemina. Bærinn Hólmur stendur rétt við þjóðveg númer 1, miðsvæðis í Hornafjarðarsveit, þar sem heitir Mýrar. Þaðan blasir við stórbrotin og fagur heimur fjalla og skriðjökla úr Vatnajökli og þar hafa bændurnir Magnús Guðjónsson og Guðrún Guðmundsdóttir rekið ferðaþjónustu árabil ásamt hefðbundnum búskap. Gestirnir þeirra eru flestir að leita friði, ró og fallegri náttúru og kannski ekki síst persónulegri tengingu við heimilisfólkið. En þetta ferðaþjónustuævintýri þeirra byrjaði sem sagt árið 2005. Og síðan þetta ævintýri búið að breytast í mörg ævintýri og sem sagt 2005 þá byrjum við með gistingu. 2009 opnum við húsdýragarð. 2010 opnum við veitingastað sem var reyndar á öðrum stað og svo í fyrra þá opnum við þennan nýja stað 2015 og 2016 svo nýjasta ævintýrið. Leita dagsins ljós. Hann heitir Jón Ríki og Farmhouse Ale sem bjórstíllinn og ástæða fyrir við brugga þennan bjór að við búum á sveitabæ, starfandi sveitabæ. Okkur fannst það mjög viðeigandi að fyrsti bjórinn sem við setja í sölu væri bjór sem heitir Farmhouse Ale. Og svo bara tókst hann svona svakalega vel til að þetta í annað skipti sem við bruggum rána og við erum búin að brugga tæplega 500 lítra á hann. Og hann tókst aftur svona vel? Betur heldur en síðast. Svo þriðja skipti verður hann enn betri vonandi. There's a tear in my beer, 'cause I'm crying for you, dear. You are on my lonely mind. Into these last few beers, I have shed a million. Það einhver gamall draumur hjá þér, það ekki? Við kviknaði svona svipað leyti og við opnuðum veitingastæðin 2010. Þannig að þú varst búin að ganga með bjór og bruggara í maganum? Já, eitthvað í maganum, svona búa til eitthvað svona. Svo erum við með afbragðs tengdason sem eignuðust hann eftir 2010. Áhugamaður bjór og afbragðsbruggari, þannig að þá festum við kaupa þessum búnaði til þess að gera þetta. Að búa til bjór náttúrulega bara eins og að elda mat eða eitthvað, þetta bara áhugamál og sem okkur tókst að gera svona hálfpartinn atvinnu. Bruggarar, búa til bjór. Hvar lærðirðu til verka? Hvergi, bara sjálfur. Bruggaðinn ekki til á Íslandi og engin skóli sem hægt að fara í hér, en margir sem hafa lært þetta hafa farið til Danmerkur eða til Englands að læra. Og það á framtíðarplaninu til hann síðar meir, en ekki ennþá. Þannig þetta var bara svona að prófa sig áfram ferli. Hvernig voru fyrstu pröfurnar þínar? Þær voru margar og mismunandi bara, ekki segja það. Misgóðar, fleiri góðar heldur en vondar. Og það var kannski svona það sem styrkti manni þeirri skoðun og við getum alveg gert þetta, öðrum þetta gott líka. Jón Ríki það nafn kemur frá því að hér var áður fyrr bóndi í Hólmi sem hét Jón og hafði þetta viðurnefni Jón Ríki vegna auðsins og honum fylgdi eða það ásóttan hvað var mér að segja draugur eða eitthvað og sóttist eftir auðans og nafn hennar var Spæla og okkur fannst þetta rosalega áhugaverð saga og til þess að láta þetta ekki bara deyja út með okkar kynslóð þá fannst okkur bara tilvalið að staðurinn héti Jón Ríki og við höldum jafnvel að við séum búin að vekja Spælu upp. Hún komin í glasarekkan okkar. Þannig að þið finnir fyrir henni? Já, við erum farin fyrir henni, já. En við ætlum að vona að hún reynist okkur ekki jafn erfið og Jóni því
Ef ég man rétt þá sem sagt, var hún í því að beinbrjóta hann og hans fjölskyldu. En við höfum sloppið ennþá. Bara smá skarámur kannski. Það var brotnað hérna glös bara en ekkert Ekkert alvarlegt slys. Við höfum ekki brotnað neitt. Nei. Þetta er jólabjórinn okkar sem við erum ekki byrjuð að selja þá. Og hann hefur ekki fengið nafnið þá. Þetta er einhvers konar öl sem er með vanilju og súkkulaði keim sem á svolítið eftir að koma í ljós hvernig hefnast það. En bíðum spennt og lofar góðu. Og hann fer í sölu bara núna strax eftir mánaðamót. En þið eruð ekki farin að selja á flöskum? Nei, og gerum það í rauninni ekki. Það er kannski á 5 ára planinu að setja á flöskur. Það er í rauninni að því að framleiðslan okkar er svo lítil þá borgar það sig ekki fyrir okkur að fara með hann inn í sölu á TFR. En við gætum samt hugsanlega svona í framtíðinni kannski ef einhverja lagnir heppnast sérlega vel að setja þá okkur lítinn hluta með flöskur bara svona sem við getum selt okkar gestum hérna eða sem minjagreipið eitthvað slíkt. Þannig að það verður þá bara svona allspari? Já, alveg spari, sko. Alveg spari. En samt spennandi að geta kannski átt það inni. Það þá kannski bara næsta skref fyrir okkur. Okkur náttúrulega bara dreymir að þetta þróist á góðan máta og við getum haldið hérna áfram að Framleiða bjór? Já, framleiða bjór og skapa hérna svona viðræðanlegt, lítið og sætt fyrirtæki sem er svona, já, fjölskyldu fyrirtæki sem við getum lifað af og framleitt góða vöru. En andi Jóns ríka, tryggir hann ekki að þið verði vell auðu á þessum bjór? Við náttúrulega höldum í vonina, sko. Hvað sem verður. Það má alltaf láta sig dreyma. Það er alltaf gaman að heimsækja yngstu kynslóðina og það er leikskóli á Kirkjubæjarklaustri sem heitir Kæribær. Þar ætlum við að hitta nokkra litla vitringa. Ég er ekki hræddur neitt. Ég er svona úlf. Ertu ekki svona hræddur við úlf? Nei, pabbi skýtur hann bara. Úlfinn? En er einhverju úlfar hérna á Kirkjubæjarklaustri? Það eru minkar heima hjá mér. Fullt. Ég á minkagildrur sér. Og hvað gerir þið við þessa minka? Við setjum nú bara gildru. Þeir mega ekki fara í hænunum mín og stela þeim. Það eru 2 búin að borða alla harana. Það voru bara til 2 en það er búið að borða á minkunir. En að þú sagði mér að þú værir ekki einu sinni hræddur við úlfa. Er einhverju úlfar líka hérna? Það er bara 1, eða ég er búin að skjóta hann. Skaust hann sjálfur? Nei, pabbi skaut hann. Og varstu með honum? Já, nei. Vissirðu það bara? Já, hann sagði mér þetta. En eru fleiri dýr hérna á Kirkjubæjarklaustri? Já, allavega kindur. Stundum kemur tófan, það étur lömbin. Það er ljúft að koma í Kærabæ, sem er 16 barna leikskóli á Kirkjubæjarklaustri. Skólinn skartar grænfána og er að auki heilsuleikskóli. Ég er sko í 2 íþróttajakka. Má ég sjá? Adidas og Puma. Ertu bara í öllum helstu merkjunum? Ég bara elska íþróttir. Ég get með sér að hoppa á bakinu. Þegar ég hoppa niður á bakið og upp aftur. Veistu hvað þessi bláa pína er fyrir? Nei. Þeir eru fyrir konnís. Stundum er að gera íþróttir hérna. Stundum fyrir íþróttahúsið. Ég fyrir að gera þegar ég fyrir að fara eins og kónguló í íþróttarhundinni. Hlaupa í zigzag og hoppa í hringinn út og inn og fara á belg. Og svo hoppa trampolini 2 sinnum. Og svo þurfti ég að labba á hundum. Ég gat það alveg. Bara smá. Þú ert alveg rosaleg fimleikastjarna, heyri ég. Ef þú getur hoppa á bakinu og labba á höndum. Viltu sjá hvernig ég get labbað á höndum? Já, takk. Ég gerir bara svona. Já, ég skil. Ég er bara að reyna að labba á höndum, heila. Ég labba
voru smá, en sko, litlu hænunar eru ógeðslega brjálaðar þegar ég reyna að halda þeim. Þegar ein hvíta, hún bara brjáluð. Þegar ég reyna að halda henni, hún klórar mér. Hún klóraði mig hérna en nú það bara að fara. Og hvað gerir þú þá? Ég set hann aftur hreiðrið. En hvað uppáhaldsdýrið þitt? Lömb. Og líka kindur. Og líka hestar. Það einu sem ég, sem dýr sem ég finnst uppáhalds. En hefurðu farið á hestbak? Það mjög langt síðan. Það þegar ég var bara svona. En hvað ertu núna? Þegar ég á aftur á manni, það svona. Þegar ég á aftur, það svona. Amma mín, hún svolítið sorglega því að afi minn dáinn. Þetta ekki langafi minn. Þetta gamli afi minn. Það svolítið sorglegt. Ég veit það, en nú hún farin upp í heiminn. Nú byrjar á leikskóla í Reykjavík. Finnur einhvern mun á krökkunum þar og hér? Já, ég finn talsverðan mun. Aðalega þá krakkarnir hér alast náttúrulega upp í svo miklum tengslum við náttúruna. Þau eru mjög meðvituð umhverfið sitt og við erum grænfræna leikskóli, þannig að hér flokkum við allt í tætliður og vendum okkur svona við að sinna umhverfinu. Og þegar við förum í göngutúra þá eru þau, ef þau sjá rusl, bara hlaupið og ná í það og svona. Þau eru mjög meðvituð að það sé allt snyrtilegt svona í kringum þau. Og svo allt annar orðaforði hér á börnum heldur en í bænum. Þau stundum eins og maður sé að tala við bara eldri borgara. Það svo dásamlegt. Það svona ekki eins mengað tungumáli hér af svona slangri og þess háttar. Og bara mjög skemmtilegt. Og hér lesa krakkarnir Bændablaðið og spá í traktora og alls konar heipindivélar og svona. Það mjög skemmtilegt. Og daginn voru þeir að skoða Bændablaðið og segir eitt svona: Pétur, bara nú erum við alvöru kallmenni, við erum að lesa Bændablaðið og við þurfum að skoða traktora. Og þetta eitthvað sem ég hefði aldrei heyrt í Reykjavík. Þannig að starfið með eldri borgunum kannski nýtist ágætlega hér? Já, það eiginlega gerir það. Allan ég með orðaforðan í mér, eins og hér. Það skólinn minn, leita ég og reyna, mér lifa meira. Kæri bæ, það skólinn minn. Velkomin aftur í eitt og annað af hringferð landið. Við erum stödd á Suðurlandi, nánar tiltekið í Skaftárhreppi. Við ætlum að hitta hann Hörð Davíðsson í Efri Vík, en hann með ansi áhugaverðan hól þar sem hægt að sjá gossögu landsins. Við erum stödd skammt frá Hótel Laka í Efri Vík í Landbroti. Og hér inn í þessum hól má sem sagt lesa eldfjallasöguna 1000 ára gossögu landsins. Hérna öskulögin og hægt að lesa líka tímaskeiðið. Hérna hefur áfoki verið 10 cm hver 100 ár. Og hérna má sjá hér svona helstu gosslögin skráð hér, en eru ótal mörg hér á milli eins og Skaftarelda og Kötlu hér og svo hérna efst uppi frá Gjálp 2011 og sem ekki sést því að þetta var bara míni. Þetta tók ekki nema 2-3 daga og askan hér var svona 4-5 cm. En ef þetta væri komið farg ofan á það lag þá trúlega sæist það varla hér sko. Þannig að mann hugsað til þessara sem að þraukuðu hérna forðum með í þessum hamförum sem að gengu á þá. Skaftareldar eru fólki hér afskaplega ofarlega í huga. Er það ekki rétt? Jú, það er rétt. Þetta sko náttúrulega Skaftáin og Skaftareldar og þetta svo stutt síðan
að við erum að hreinlega að reyna að lifa í sátt við náttúruna bara. Þið vitið hvað þetta getur þýtt? Já, við vitum hvað þetta getur þýtt og óttu svo sem það ekki, sko. En það breyttist mikið byggðin hérna? Já, hún breyttist mikið og fóru náttúrulega fjöldamörg býli í eyði, bæði fóru undir hraun og svo fjölmörg náttúrulega sem fóru í eyði bara utan hraunbrúnar, sko. Það var fólk bara flýði og dó. Nú sjáum við hérna Kötlu 1918. Við fáum stöðugt fréttir af því að hún sé nú svona kannski aðeins að bylta sér núna. Hvernig fara slíkar fréttir í ykkur hérna? Það sko, við höfum sem ekkert með það að segja hvort hún komið eða komið ekki. En marg okkar viljum helst lifa það, sko, ef hann á að koma á annað borð. Það er nú kannski málið. Við erum búin að upplifa svo margar hræringar og margir eru að vonast eftir henni, aðrir eru óttast hana og sérstaklega þeir sem náttúrulega sem að hafa sem mun eftir henni, þeir myndum ekki vilja sjá hana aftur. En þetta nú bara mjög spennandi náttúra í kringum okkur og bara lifum bara með henni og tökum því sem hendur ber. Fræðslustígurinn með sinni álfakirkju og álfasögum stórmerkilegt og frumlegt framtak sem óhætt að mæla með. En þetta hluti af stærri afþreyingu fyrir ferðamenn, er það ekki rétt? Jú, við erum hér á endastöð á svokölluðum fræðslustíg. En innan hans álfabyggð með sögum, fuglaskoðunarhús og skáttareldartættur sem þar fór hús í eyði í skáttareldanum. Og síðan eru við hér á endastöð á þessum stíg. Og hvað er þetta langt? Hvað maður lengi að ganga þetta? Ja, þetta svona, ef maður tekur þetta svona rólega þá það svona 1,5 tími. Jæja, þá komið að síðasta stoppin okkar á Suðurlandinu. Við ætlum að heimsækja hann Björgvin Tómasson. Hann orgelsmiður á Stokkseyri. Ég sný bara. Já. Hérna sérðu tólana, hvernig þeir getur lesið svolítið músíkina á bandinu, sko. Get ég það? Já. Langutón. Þessi var slappur. Ég ætlaði að slá svona af, en það virkar ekki alveg þannig. Nei, það virkar ekki alveg. Og svo þetta restin af laginu. Þetta háutóninn hérna, sko. Og svo kemur aftur hártón hér. Það auðvelt að gleyma sér í heimsókn í orgelsmiðjunni á Stokkseyri þar sem að Björgvin Tómasson hefur komið sér upp vinnuaðstöðu og sýningarsal þar sem margvíslegan fróðleik að finna. Það saga á bakvið hvert hlut og hvert grip, stóran og smáan. Flott. Var ég það? Já. Ég manið svona þegar ég var polli að þá langaði mig alltaf til að verða smiður. Og átti bæði móðurbróðir og föðurbróðir, þeir voru báðir smiður og mér fannst alltaf spennandi að fylgjast með þeim og svona og langaði voðalega mikið, talaði gjarnan það að verða smiður. En svo álpast ég út í músík, byrja sem stráklingur að spila í lúðrasveit heima og síðan fer ég að læra á píanó og enda með því að fara í tónmenntakennardeild tónlistarskólans í Reykjavík og útskrifaðist þar sem tónmenntakennari 1977, þá fannst mér ég vera eiginlega svona of ungur til þess að vera bara búin að festa mig hérna í einhverju ákveðnu starfi. Og uppálega var ég svona eiginlega að spá í að læra píanóstillingar og hafa það svona kannski sem sumarvinnu með kennslunni. En svo fór það nú þannig að ég fór út í orgelsmíðar, fór á samning út í Þýskalandi árið 1978 og lenti í svolítið lélegu fyrirtæki til þess að byrja með en kynntist síðan alveg frábærum manni þar sem ég gat lokið mínu námi og klára mitt sveinspróf. En í svona grónum dráttum þetta mín leið inn í
orgelsmíðar. Þegar ég kem heim 1986 eftir 8 ára dvöl út í Þýskalandi þá lá náttúrulega beinast við að fara að reyna bara að fá að smíða einhver hljóðfæri, sko. En það náttúrulega erfitt þegar þú hefur ekkert að sýna, menn vissi ekkert, sko. Ég bara dáist að þeim, sko, fyrstu 3 aðilum sem að kaupa af mér hljóðfæri. Fyrsta hljóðfæri mitt fer í Akureyrarkirkju, 1988 smíðaði ég það og það Björn Steinar Solbergsson, organisti í Akureyrarkirkju þá sem að pantar af mér hljóðfæri. Og svo koma 2 næstu hljóðfæri í Ólafsfjarðarkirkju og í Fáskrúðsfjarðarkirkju og allir þessir aðilar í rauninni panta hjá mig hljóðfæri á þess að ég vita það nokkuð hvort að ég kunni að smíða. En samt ég afskaplega þakklátur fyrir það að hafa getað þó starfað við þetta í 30 ár hérna heima við orgelsmíðar, orgelviðgerðir, orgelstillingar. En hvernig stóð það að þú komst hingað á Stokkseyri? Það var nú þannig að ég hafði keypt mér hús hérna árið 2000, gamalt hús og sumir segja ég hef nú bara keypt það út af nafninu. Það heiti Björgvin, og búið að heita það í rúm 100 ár. Þetta gamalt fiskverkunarhús og þetta var í eiginlega engri nýtingu þannig séð og ég gat fengið þetta húsnæði keypt hérna. En mér finnst alveg frábært að búa hérna á Stokkseyri og þetta mjög notalegt og frábært að vera hérna. Þetta hérna er 3 radda pípuorgel. Hérna eru raddirnar sem maður setur inn, sko. Og ef maður hérna tekur bara þessa fyrstu radda þá kemur bara svona veikt og svo bætist við hérna 4 fótarödd og þá aðeins meiri birta og svo kemur 2 fótarödd hérna til viðbótar og þá þetta orðið svona alvöru orgelhljómur, sko. 262 ára gamalt, stendur fyrir sínu. Þetta ártal 1754, þetta rosalega, það ansi langt síðan. Já, þetta er svona barokk útlit á þessu hljóðfæri og þegar við hugsum til þess að Jóhann Sebastian Bach hann dó 1750 og Mozart fæddist 1756 og þetta hljóðfæri kemur frá Austurríki upprunalega, sko, þannig að ég tel mjög líklegt að Mozart hafi spilað á það. Það verður allavega enginn geta sagt mér hann hef ekki gert það og meðan trúi ég því bara. Þetta hljóðfæri hérna er eiginlega svona sami raddafjöldi og þetta hljóðfæri sem ég var að spila á hérna rétt áðan. Það er að segja 3 raddir en áðan þurfti ég að stíga, það var náttúrulega ekki rafmagn í þann tíð og núna er það bara þessi litli kassi hérna þar sem mótorinn er innan í og það er hann sem að skaffar hljóðfærinu vindinn og ég ætla hérna prófa að spila hérna smá stykki eftir Händel og það er líka sem sagt 3 raddir. Þetta hljóðfæri er eiginlega hugsað til þess að svona ferðast með. Þegar að verið að flytja stór verk, til dæmis eftir Bach, passíur og óratóríur og annað, þá þarf alltaf svona hljóðfæri inn í hljómsveitina og þess vegna er þetta hannað þannig að það er í rauninni hægt að setja þetta bara inn í lítinn skuddbíl. Þá er þetta að taka þessa pípur hérna bara í burtu. Þannig að ef ykkur vantar þá getið þið tekið þetta með ykkur bara í bílinn ykkar hérna og eftir. Kostar svolítið en endist í 150-200 ár. En eins og þið sjáið þá þarf að bora mikið götum. Þessi gött sem við sjáum hérna, þetta eru bæði fyrir pípur og fyrir mekaník og annað. Jóhann er að vinna núna við hérna, pípustokk í þetta litla hljóðfæri sem er hérna frammi. Hérna sjáum við teikninguna því. Það þarf að teikna hverja einustu pípu í réttum kvarða og síðan náttúrulega bora götin fyrir hverja pípu og það má eiginlega segja sko að það sé boruð svona fyrir hverja pípu allavega svona 6 eða 8 gött. Jó, ertu með á hreinu? Hvað er mörg hérna? Nei, við bara borum og borum þangað til að hljóðfæri fer að spila. En eins og við sjáum hérna sko, þá er þetta mikil borvinna. Hérna er sem sagt teikningin af svokallari vindhlöðu í þetta hljóðfæri sem er hérna frammi og vindhlaðan er gjarnan kallað hjarta pípuorgelsins. Það er það sem að
allar tengingar liggja til hljómborðsins og organisti stýrir hérna vindi inn í ákveðna raddir og ákveðna tóna og býr til fallega músík. Veronica, der Lenz da, die Mädchen singen tralala, die ganze Welt ist wie verhext, Veronica, der Spargel wächst. Ég var að kíkja hérna inn á harmoníumsvæðið. Já. Já, hérna fer eiginlega svona viðgerinn á þessum á gömlu hljóðfærunum fram. Við höfum alltaf verið mjög mikið í því að gera við þessi gömlu fótstignu harmoníum hljóðfæri. Ég kallaði þetta ekki orgel. Ef að hljóðfærið á að bera heitið orgel, þá þarf það hljóðfæri að hafa pípur. En á Íslandi hefur þetta gjarna verið kallað orgel, þessi gömlu fótstignu hljóðfæri. En ég var nú skammaður fyrir það þegar ég kom til náms út í Þýskalandi þegar ég var talað orgel og var að meina harmoníum. Þá var ég bent á að þetta væri nú ekki orgel heldur harmoníum. Þetta alvöru pípuorgel. Það þarf þrennt að koma til þess að við megum kalla svona hljóðfæri orgel. Og þetta litla stykki hefur alla þessa þrjá hluti. Það hérna belgurinn. Það eru pípurnar og hljómborðið. Og það náttúrulega pípurnar sem vantar í harmoníum hljóðfærin. En nú spilum við Mozart. Hvaðan kemur þessi lírukassi? Já, hann náttúrulega bara smíðaður hér á þessu verkstæði. Þetta smíðum við fyrir þetta komið tæp 2 ár síðan. Og hvernig virkar þetta? Þetta virkar þannig að sveifin, þá með bæði að tróða belg og svo er það músíkin og í þessu tilfelli geymum við kefli hérna niðri og hérna er til dæmis, ég á svona nokkra svona rúllur. Og hérna sérðu, sko, þetta er ABBA hérna og stundur spila ég ABBA. Músíkin, hún er í rauninni bara hérna á þessum pappír, sko. Og það eru götin sem að búa til tónana í rauninni. Kemur eitthvað ABBA, sko. Þetta er æðislegt. Takk fyrir samfylgdina Suðurlandið. Hringferðin heldur áfram í næstu viku. Þá tökum við Vesturlandið í nefið og þið komið að sjálfsögðu með á miðvikudaginn klukkan 8 á N4. Og ekki gleyma að það er alltaf hægt að horfa á þættina okkar á n4.is og Facebook síðunni N4 Sjónvarp. Verið sæl!